Velkomin í Pírataspjallið, hluti af hlaðvarpi Pírata. Í dag munum við fjalla kjaramálin á Íslandi og hjá okkur verða Valgerður Árnadóttir og Sævar Finnbogason. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Valgerður Árnadóttir vinnur á félagsviði Eflingar og auki þess þá situr hún í framkvæmdaráði Pírata. Valgerður, velkomin. Takk fyrir það. Við vildum endilega fá þið inn í þáttinn í dag og spjalla svolítið verkalýðsfélögin, kjaramálin sem eru núna bara fyrst og fremst í huga fólks á Íslandi og kannski líka kíkja svona í kringum og tilbaka og sjá hvaðan kom þessi barátta til okkar. Uppreisn verkalýðsfélagana á Íslandi, ég tiltölu nýflutt til Íslands, fékk að vita því ég kom að verkalýðsfélagin voru eiginlega bara tannlaus ljón. Það var ekkert að frétta, það var engin barátta í gangi og að verkalýðsfólk ætti eiginlega bara að gera ekki neitt. Er það staðan ennþá þannig í dag? Ég myndi segja að hún er mjög hratt að breytast, en hún var þannig í mjög mörg ár. Ég hugsa eins og fólki sem er búið að vera lengur en ég í verkalýðsbaráttunni og er reyndara eins og innan Eflingar, að þeim finnst bara búin að vera einhver svona látiða núna í 30 ár. Og ég hugsa að það hafi bara komið inn í fyrra þegar að B-listinn tók yfir Eflingu, þegar að Sólveig Anna bauð sig fram til formanns og hennar hópur sem að komst í stjórn líka, þegar að þau bara byrja að láta boltan rúlla, fara út á vinnustæði, tala við fólk og komu nýjum kosningum á stað. Þá hefði ekki verið kosning í verkalýðsfélagi í 20 ár. Já. Heldur hefði fólk bara svona verið sjálfkjörið áfram og einmitt kannski þessuna sem þessi látiða hefur myndast, en þess að það þarf kosningar og það þarf nýtt fólk, annars verður fólk svona svolítið samdauna því sem það er að gera og mér skilst að svona stemningin innan verkalýðsfélaga var bara orðið meira svona eins og stofnun og skrifstofa en ekki, það var engin svona baráttu andi í fólki. Hvað gerðist? Gerðist eitthvað eða fekk fólk bara nóg? Ég held einmitt að það er það sem hafi gerst. Fólk fekk nóg. Við náttúrulega upplifum hrun fyrir rúmum 10 árum og í kjölfarið því þá vorum við að vonast eftir vissum breytingum á okkar högum og í stað þess að hægir okkar hafa batnað, það hafa versnað. Þannig að fólk á lægstu laununum er að fá minna fyrir launin sín í dag heldur en fyrir 10 árum og leigan til dæmis hefur hækkað upp úr öllu valdi. Þannig að fólk sem er með, við erum að tala útborga 220.000, það eru lægstu laun á Íslandi fyrir 100% vinnu útborgað og þetta fólk er ekki að geta borgað húsaleigu, við veitum öll hvað húsaleigu er há, það er ekki að geta haft ísjú á og hvað þá ef það á börn og ég held að það hafi bara fengið nóg. Þegar þau fara þá fyrir ári síðan, passa það ekki nokkurn veginn? Jú, það er rúmt ár síðan þau byrjuðu. Hvað gerð þessi hópur sem myndast í kringum B-listan? Hvað voru svona aðalatriðin, hvað aktivismi átti sér stað innan við verkalýðsfélögin? Þú nefndir hérna áðan að það var verið að fara út á vinnustaði, það var verið að voru mikið að fundum eða hvernig myndaðist þetta? Já, ég náttúrulega var ekki í þeim hópi en ég fylgdist með þeim og það sem þau gerðu var bara að þetta var bara hópi fólk sem var bara búin að fá nóg að því að verkalýðsfélögin voru ekki að gera neitt fyrir þau. Að þetta virtist mál bara stranda þar ef að þau kvörtuðu. Kjarasamningar fyrir 3 árum voru bara mjög slæmir. Það var ekki mikil kjarabót hjá fólki á lægstu launum og mér skilst bara að þau hafa bara tekið sér saman og ákveðið að bjóða sér fram og þá bara hófst eins og við þekkjum kannski í pólitík viss kosningabarátta og þá ferðu út á vinnustað og tala við fólk og þú var að vita hvað þau þurfa og hvað þau vilja og það er það sem þau gerðu og verkalýðsfélögin hafði ekki verið að gera þetta í langa tíma. Nei. Þau eru ekki einu sinni, ég kannski ekki að tala fyrir öll verkalýðsfélög, kannski eru einhver út á landi duglegri að heimsækja vinnustaði en eins og núna síðasta hálfa ári sem ég hef unnið hjá Eflingu þá hef ég verið að heimsækja vinnustaði og stundum nokkra á dag og það er bara þú veist, á flestum stöðum sem ég mæti þá bara, það hefur bara enginn komið inga frá verkalýðsfélaginu áður. Já. Þú veist, en gaman að þú sért komin og maður hugsa bara, býtu, hvað voru þið þá að gera?
Já. í öll þessi ár ef þau voru ekki að vinna fyrir fólki sem eru að borga félagsgjöldin og halda í rauninni félaginu uppi. Akkurat, eitt sem ég hef heyrt að þetta var komið í svona svolítið áskrift. Já. Það var áskrift á einhverju blaði án þess að restin nokkurn veginn kom með. Þegar þú ferð og heimsæki fólk út af vinnustöðum, tala við fólk, sérstaklega núna væntanlega síðustu mánuði, hvað eru aðalmálin sem fólk eru að koma til ykkar með? Aðalmálin eru þau að launin dugi ekki fyrir nauðsynjum. Það er fólk vill bara geta að lifa á laununum sínum, það er ekki að biðja mikið. Svo eru náttúrulega líka ýmis önnur mál sem komu upp. Það er verið að brjóta samninga, það er verið að láta fólk vinna yfirvinnu án þess að borga þeim rétt eða vinna of mikið og ekki verið að hvíldarákvæði og annað. Og já, það er svona almenn óánægja kannski sérstaklega bara bæði með vinnutíma og líka bara kaupið fyrir þann vinnutíma. Fólk er ekki að fá greitt í samræmi við hvað það leggur á sig. Og undanfarið þá hefur líka verið rosa mikið það að það sé verið að segja upp fólki og fólki sem er eftir á að taka við þeirra störfum í ofanálag en far ekki hærra kaup. Þannig að það er að taka meiri ábyrgð á sig, meiri vinnu en kaupið hækkar ekki. Akkurat. Við tölum svolítið það áðan, þú sagðir að það var eiginlega ekki mikið búin að gera síðustu 20 árin í stéttarfélögum á Íslandi. Þó þegar við horfum á ekki bara á Íslandi en kannski líka í nágrannalöndunum okkar og Norðurlöndunum, þá hafa verið svona baráttur sveiflar. Það hefur verið að sveifla svolítið fram og tilbaka. Við höfum fyrir mögulega svona 20 árum síðan séð að það gekk eiginlega bara ágætlega þannig séð. Við vorum komið með mörg, verkamenn komið með og verkafólk komið með bara réttindi og svo gerist eiginlega kannski ekki rosalega mikið og svo allt í henni blúsar þetta upp aftur. Hvernig sérð þú síðustu 30 árin innan við verkalýðsfélaginu á Íslandi varðandi þessar sveiflur? Já, það er náttúrulega kannski tvennt sem spilar inn í. Bæði það að þegar fólk hefur það ágætt, þá er það ekki í baráttu og líka þegar það hefur það ágætt innan vissra félaga og er komið í eitthvað, þú veist, ef þú venst því að hlutinir eru bara ágættir og kannski missur þennan baráttu anda og gleymir svolítið fyrir hvernig þú ert að vinna. Þannig að það var kannski gott þarna í kringum milli 95 til 2000 á mörgum vígstöðum en svo strax aldamótin þegar að eins og ríki og sveitafélög byrja að senda sín verkefni í rauninni út úr húsi, outsourcaði nú mann ekki alveg hvað heitir á íslensku en þau fengu sérst til dæmis ræstingafyrirtæki til þess að taka yfir ræstingar hjá ríki og borg og leið og það gerðist þá voru þær konur sem að þar voru að ræsta að fá allt niður í 50% af sínum launum. Þannig að það var mjög fljótlega broti á því fólki og það var ekki tekið á því og er ennþá ekki í rauninni búið að því. Þannig að það er eitthvað sem við til dæmis erum að reyna að gera. Og á sama tíma þegar að ferðamanna iðnaðurinn byrjaði núna fyrir 10 árum, við höfum náttúrulega ekki séð jafn mikinn vöxt í neinum iðnað á Íslandi á jafn stuttum tíma. Akkurat. En þá erum við að fá ofboðslega mikið af fólki frá erlendu bergi brotið og það veit ekki réttindi sín, það veit ekki hvað stéttarfélögin gera fyrir þau eru mörg hver frá löndum þar sem eru ekki virk stéttarfélög eða jafnvel eins og í Pólandi þar sem er svolítið litið á stéttarfélög sem einhver svona kommunista flokk, bara frá gamlu kommunista tímanum í Pólandi. Þannig að þau hafa svona verið svolítið hrædd við að vera virk í stéttarfélögum og litið bara á þetta sem svona einhver, sumarhúsaleiga. Þannig að núna þegar við erum að koma út og erum að kynna okkur og hvað við erum að gera þá hefur þetta fólk bara aldrei hitt okkur. Það er kannski búið að búa hérna í 10 ár og það hefur aldrei leitað til stéttarfélagina. Það hefur bara látið yfir sig ganga það sem að á þá er lagt og aldrei vita að það væri einhver til staðar til þess að hjálpa þeim að greiða úr vandamálunum. Akkurat, ekkert eftirlit. Nei, mér finnst við algjörlega hafa brugðist þeim. Algjörlega brugðist þeim að láta vita af réttindum þeirra og standa með þeim og þetta er bara eitthvað sem við erum vonandi að takast á við núna og þess vegna eru okkar fyrstu verkföll þar er meiri hluti fólks af erlendu bergi brotið. Já.
eins og húshjálpin sem núna að fara í fyrsta verkfallið. Það sko 95% af þeim eru erlendar konur og eins eru bílstjórar búin að vera mjög öflugir. Þeir hafa svona myndað bara sinn eigin hóp í þessari verkalýðsbaráttu og verið mjög virkir alveg frá því í haust og hist saman og þetta þeirra ákvörðun að þeir vilja fara í verkfall og stór hluti þeirra líka Vellendubergi brotið. Þetta bara, og bara innan fyrirtækjana sjálfa erum við að sjá gríðarlegan mun á kjörum Íslendinga og fólks sem eru ekki, útlendinga. Bara beinlínis mismunun. Já, það mismunun innan fyrirtækjana og Íslendingarnir viðurkenna það sjálfir. Þeir bara sjá þennan mismunun og þeim finnst hann ekki réttur. Þó að þeir hafi kannski verið lengur í starfinu hér á landi, þá eru menn að koma og vinna baki brotnu og eiga skili að fá sömu kaup og kjör. Akkurat. Hvernig verður þetta núna? Við erum að horfa upp á möguleg verkfall, bara mjög bráðum. Við erum einhvern veginn, við langar svolítið að heyra í þér varðandi, þú talar það auðvitað, síðasta verkfall var í 82-3 minnum mig, eitthvað svo 3-4. Já, það voru reyndar einhver verkfall líka 97. Já, 95 var líka, en það er langt síðan, byrjum þar, það er langt síðan að við séum verkfall á Íslandi. Kunnum við þetta, vitum við hvað við að gera? Hvernig gerum við betur? Hvernig lítum við til framtíð? Erum við núna að fara að endurtaka gömul munstur þar sem við förum í baráttuham, við náum okkur réttindum og svo gleymum við svona svolítið að þessi réttindi ekki bara, það verður svona svolítið að viðhalda þau. Já, það er rétt, það verður að viðhalda þau. En kannski þetta bara hluti af eðli mannsins að svona berjast og fá einhverju fram og þá una sáttu við sitt, sko. En þetta er náttúrulega baráttar sem við þurfum stanslaust að vera að huga að vegna þess að atvinnureikendur, og nú er ég ekki að tala um alla, ég veit að margir atvinnureikendur eru viðkvæmir þegar maður talar þá, en þetta er svona eins og not all men, að þeir eru mjög fljótir að finna leiðir til þess að græða meira og finna fleiri leiðir til þess að hagnast og því miður þá bitna þær leiðir oft á fólkinu sem er að vinna fyrir þá. Og þess vegna, eru við til dæmis núna, ég minna aðal símtölin sem ég er að fá þessa dagana eru frá félögum í Eflingu sem eru ekki að fara í verkfall, sem eru að spyrja mig af hverju er ég ekki að fara í verkfall? Hvað ert að gera fyrir mig? Ég vil fara í verkfall. Veistu hver mín kjör eru? Þú hlýtur að, og þá er ég bara, já, við erum bara að byrja hér, sko, og ástæðan fyrir að við byrjum svona í ferðamannaðina er vegna þess að það hefur minni áhrif á almenning í landinu. Það er náttúrulega hræðilegt þegar að fólki í umönnun á elliheimilum eða sem er að hugsa börnin okkar fara í verkfall vegna þess að þetta er þjónusta sem við öll þurfum en ferðamannaðinaðurinn er kannski, hann þolir þetta kannski ekki, ég meina ég veit það ekki en þarna er samt miðað við hvað hagnaðurinn er gríðarlegur á sumum vígstöðum þá eru aðrir að vinna vinnuna og ekki fá nóg greitt fyrir það. Talandi það, þessar samningaviðræður, þegar það er rofna, hvað er ennþá verið að tala saman? Hvað er stór munur eiginlega? Hversu stór er munurinn á milli? Já, það nefnilega kemur á óvart hvað munurinn er gríðarlegur. Það kemur mjög mikið á óvart hvað menn sem eru með 3,6 milljónir á mánuði eiga erfitt með að skilja að fólk uni ekki sátt við sitt með 300.000 á mánuði. Þannig að maður eiginlega svona skilur ekki hvernig manneskja sem er með 10-föld lágmarkslaun getur ekki skilið að það sé ekki hægt að lifa af þeim þegar að viðkomandi sjálfur þarf 10-föld laun. Munurinn þarna á milli er gríðarlegur. Það hafa engin móttilboð komið sem er nokkuð staðar í takt við það sem launafólk þarf og því miður þá hefur ríkið heldur ekki komið til móts við vinnuveitendur. Þessar launahækkanir sem verið að tala um, það er verið að tala um að lágmarkslaun fari frá 300.000 upp í 425 á 3 árum í 3 skrefum. Þannig að laun hækki 42.000
á mánuði fyrsta árið og svo aftur hækkar um 42.000 árið eftir og svo þriðja árið eða komið upp í 425. Já. Og þessar tölur eru bara út frá því sem að Hagstofa Íslands hefur reiknað að þurfi einn einstakling til þess að lifa á Íslandi. Það þarf einn einstakling samkvæmt þeirra tölum eitthvað í kringum 350.000 til þess að geta borga húsalegu og mat og lifað fyrir sig einan og þá erum við ekki að tala um neitt lúksus. Og ég hugsa að allir sem að horfa á þetta reiknistæmi viti það og allir útisnúningur að þetta muni koma af stað verðbólgunni, eða hrinda af stað verðbólgunni og að þetta muni já, ég meina eins og bara Bjarni Ben sagði að sko hlutfallslega erum við eru kjör okkar mikið betri heldur en við voru fyrir 10 árum, svona ef við tökum meðaltalið, en við erum að tala um fólki sem ekki í meðaltalið. Þetta fólk neðst í stiganum og það þýðir ekkert að segja þeim að hlutfallslega höfum við það gott á Íslandi, en þess að þau hafa það ekki gott. Og það bara svo mikill ójöfnuður og til þess að ná meiri jöfnuð þá þurfa þeir að koma til móts við okkur og það bara mjög sorglegt að sjá að þeir eru ekki tilbúinir til þess. Nei. Hver staðan núna? Ég meina fyrir rúmum 10 árum síðan, rétt eftir hrun, þá áttum við þetta öll að setja eitthvað í púkkinn og ná saman og við áttum að bíða aðeins með að fá launahækkanir og hjálpa stað með að ná fótum aftur sem þjóð. Og það var alveg nokkur ár sem gengum við því, en núna, og bíðið þið með að semja og hart, bíðið þið nú með þessa kjarabaráttu, bíðið þið nú aðeins og 10 árum síðan erum við hér. Hver staðan núna? Staðan núna bara svo að það að myndast bara mjög mikil baráttuhreyfing innan verkalýðsfélagana. Fólk búið að fá nóg, það vill breytingar og það að reyna að tala við bæði ríkisstjórn og atvinnurekendur og einhvers staðar þá verðum við að ná saman en þess að ástandið eins og það núna það gengur ekki áfram. Nei, en þetta ósanngjarnt? Ósanngjarnt að koma allt í einu núna að segja, heyrðu, síðustu 10 árin hefur búin að vera að lofa mér alls konar, ég ætla bara að fá þetta allt núna. Þetta ekki svolítið frekja? Þetta ekki svolítið of mikið að koma núna að segja, heyrðu, ég ætla bara að fá þetta allt á einu bretti, takk fyrir. Já, ég held að þetta sé kannski ekki alveg svoleiðis. Við erum náttúrulega búin að vera að reyna að fá í gegn að húsnæðisvandamál séu löguð. Við erum búin að reyna að fá það í síðustu 10 árin. Ég meina það átti að koma til móts við heimilin. Fólk misti heimilin sín fyrir 10 árum og það átti að hafa eitthvað utanumhald þetta. En það sem að gerðist var að það fóru bara risastór fasteignafélög og keyptu allt upp og hækkuðu húsaleguna enn meira hjá fólki. Og þetta var bara undir stjórn síðustu ríkisstjórnar og sem búið að vera frá því eftir hrun að þetta var leyft að gerast. Og það bara komið nóg að því líka. Það bara, við þurfum bara verkamannabústaðir ekkert eitthvað nýtt hugtak. Við gátum gert þetta fyrir, 40 árum sem að, Breiðholtið var byggt upp og önnur hverfi. Við gátum gert þetta þá og við getum gert þetta aftur. Þetta bara spurning það að fólk hafi húsaskjól. Og það til of mikil smæls? Ekki bara mannréttindabrot þegar fólk hefur ekki húsaskjól og getur ekki borga húsalegu? Þessi mögulega verkföll sem við erum að horfa upp á núna, hvaða áhrif mun það hafa á samfélagið? Sko, ég hugsa að hinn venjulegi þegn, ef ég má svo segja, mun ekkert taka mikið eftir nema náttúrulega út af almenningsvagna verkfalli, strætó. Þetta tekur fólk eftir því sem að þarf að nota strætó. En annars eru þessi verkfall sem eru plönu núna, þau eru í ferðamannaðinaðinum og þeir sem munu taka eftir það eru atvinnurekendur í ferðamannaðinaði og túristar og auðvitað það ekki gott fyrir þann iðnað ef að það spyrst út að hér eru verkföll vegna þess að fólki sem að vinna í þessum iðnaði á Íslandi fær svo illa greitt. Já. Út af því að þegar þú ert að ferðast til landa þá viltu að fólki sem að þjónusta þig fái sæmileg laun fyrir. Það er einn punktur sem ég hef líka heyrt að hvaða áhrif þetta mun hafa á ferðamenn almennt sem koma til landsins og mögulega ekki mun fá þjónustuna sem
sem þau halda að þau mun fá aðgengja bara eðlilega. Mhm. Þegar við erum að tala um þáttakendur, þú ert búin að tala um þetta eflingu, fólk sem í stéttarfélaginu, hvernig eru það að sjá aðrar þáttakendur? Hvernig almenningur að taka í þessa baráttu ykkar? Eru þið að fá, eru aðrir að styðja upp í kringum ykkar baráttu eða þetta aðalega innan við ykkar stéttarfélag? Sko, þetta eru náttúrulega stærstu stéttarfélög á Íslandi eru saman í þessu. Það er VR og Efling og til samans þá erum við með við erum með yfir 60.000 launþega. Þannig að þetta er náttúrulega gríðarlega stór hópur sem er að halda saman og er með sömu markmið. En ég er að sjá það allstað sem ég fer að fólk er að styðja okkur. Ég minna það eru aðrar stéttir og önnur stéttarfélög sem eru að fara að líka semja. Ég minna kjarasamningar við ríki og sveitafélög renna út núna 31. mars, þannig að þeir eru líka að fara að semja. Ég held að kennarar þeirra samningar renna út í sumar, saman með hjúkrunarfræðinga. Þú veist, við erum að fara að sjá gríðarlega kjarabaráttu allstar hjá öllum launþegum á Íslandi og ég held að, sko, en ég er náttúrulega svo inn í þessum heimi að fólk kannski tala bara við mig sem er að styðja okkur, en allstað sem ég fer þá kemur fólk að orði við mig og finnst þetta frábær barátta og styður hana. Já. Þannig að við finnum rosalega meðbyr. Við finnum í rauninni bara einhvern mótbyr aðalega kannski í fjölmiðlum frá, þú veist, samtökum atvinnulífsins og hægri mönnum. En það er bara eins og það var við að búast. Þannig að kapitalismin og þeir styðja kapitalisma og sjá ekki að við þurfum að breyta kerfinu á neitt nátt. Ekki eins og það lítur út núna allavega. Nei. Ég vildi heyra ljósmæður. Þær voru kannski svolítið, byrjunin af þessu við segjum stopp núna. Já. Þetta eru kjörin okkar, komið að borðinu eða farið. Mhm. Ljósmæður auðvitað eru líka í sérstakri stöðu og hafa tekið á móti eiginlega okkur öllum. Og þegar þær voru að berjast fyrir sínum kjörum var eins og almenningur og eiginlega bara öll þjóðin kom til þeirra og spurði hvað getum við gert til að hjálpa, hvernig getum við stutt upp ykkar málefni og ykkar kjara baráttu. Hvernig finnst þér almenningu verið að taka í þetta núna? Er þetta þess virði fyrir almenning að berjast fyrir þessum kjörum? Félagsfólki Eflingar meðal annars og VR? Já, ég hugsa ef við lítum bara í sögulegu samhengi þá höfum við fengið allt það sem við höfum fengið í gegn. 40 tíma vinnuviku, kaffipásur, hætt að vinna á laugardögum. Þetta höfum við allt fengið í gegn með verkföllum í gegnum tíðina. Það er náttúrulega gríðalur áróður á móti verkföllum. Það er talað eins og allt samfélagi muni fara á annan endan og að við séum að gera eitthvað hræðilegt, sko. En þetta er í rauninni svona síðasta útspilið í samningaviðræðum. Samningaviðræður voru í 4 mánuði áður en að kom til verkfalla. Það voru yfir 100 fundir með samtökum atvinnulífsins sem að báru engan árangur. Og þetta er bara svona loka punkturinn, eru verkföll og það fer enginn í verkföll að gamni sínu. Þetta er ekkert eitthvað sem að fólk tekur létt, hvorki innan stéttarfélaga né aðrir. En í rauninni þá höfum við náð okkar svona hæstu eða svona mestu bótum í kjarabaráttu í gegnum verkföll, í gegnum tíðina. Erum við að fara fljótt í þetta verkfall? Erum við að flýta okkur mikið? Erum við vissum að við erum búin að reyna að leita alla aðra leiða? Já, ég er nokkuð örugum það, sko. Þá er mögulega að koma verkfall. Já. Munum við eftir hvað við erum að gera? Það langt síðan? Þurfum við svona aðeins eða er þetta bara eins og að fara aftur upp á hjólið? Já, ég náttúrulega er af þeirri kynslóð sem hefur aldrei upplifað verkföll nema bara sem nemandi í skóla þegar kennarar fóru í verkföll. Og mér fannst það náttúrulega bara æðislegt. Ég var bara í 10. bekk og átt að fara í samræðupróf sem var frestað og allt svoleiðis. Þetta var frábær tími. Og mikið að pizzuborða og mikið hort á vídeó. Ja. En auðvitað þurfum við að læra að fara í verkföll. En ég held að við þurfum fyrst og fremst að læra að standa saman. Og það er það sem við aðalega verið að fara
út á vinnustað og gera að segja fólki að það þarf að standa saman í sinni kjarabaráttu. Að við vitum öll að það þýðir voðalega lítið fyrir eina mannesku að fara inn til yfirmannsins og biðja kauphækkun eða biðja að fá að fara 5 mínútum fyrr út hún er ekki þessum strætó eða eitthvað til þess að fara heim úr vinnunni aftur. En ef allir koma saman, ef að fólk heldur saman þær kröfur sem þau þurfa, hærri laun eða vera að brjóta á þeirra yfirvinnutíma eða kaffipásum, að ef þau koma saman og biðjum þetta, þá þau mikið öflugri og það er það sem við erum að gera innan stéttarfélaginu. Við erum að fá fólk til að finna aftur þessa samheldni, að þau séu að gera hlutina saman og við séum öll sammálum hvað við þurfum. Þetta náttúrulega eins og bara með kröfugerðina, það 100 manna hópur sem að skrifa þessa kröfugerð saman í samninganefnd Eflingar og svo komum við saman með SGS og VFR í þessum kröfum okkar. Þannig að það mörg 100 mann sem standa bak við þetta og voru sammála að þetta væri það sem væri mikilvægast fyrir launþega í landinu. Og ég held að við séum bara aftur að finna svona samstöðu. Við erum bara, fólki í landinu og almenningur, við erum að glíma við sömu vandamál í líf okkar og ef við viljum leysa úr þeim, þá þurfum við bara að gera sameiginlega. Það þýðir ekki fyrir eina rödd, ég ekki að fara að berjast fyrir þig, en ég get gert það með þér. Og já, ég hugsa að við þurfum svolítið svona að líta í eigin barm og taka eigin ábyrgð líka á okkar eigin kjarabaráttu. Valgerður Árnadóttir frá félagsviði Eflingar. Takk fyrir komuna. Takk kærlega fyrir að bjóða mér. Sævar Finnbogason, velkomin í þáttinn. Þakka þér fyrir. Þátturinn í dag fjallar kjaramálin, uppreist verkalýðsfélagana á Íslandi og sérstaklega þessi réttindabarátta verkalýðsfélaga í vestrænu ljósi. Já. Sem heimspekingur við erum mögulega að detta inn í verkfall núna og baráttan á Íslandi hefur verið svolítið upp og niður, ef maður getur sagt það. Það hefur verið sveiflur í henni. Ekki mikið hefur gerst í verkalýðsbaráttunni síðustu 20 árin og allt í einu með ljósmæðraverkfallinu og í kjölfari þessu þetta B-listan hjá Eflingu, VFR kemur með. Hvað að gerast? Já, það var nú spyrir sko. Þú nefndir aðeins við mig sko hvort að ég geti séð að það væru einhverjar svona heimspekilegar eða svona hugmyndasögulegar ástæður fyrir því sem var að gerast og þegar þú varst svona undirbúa mig undir að koma og ég svona búin að vera aðeins að melta þetta með mér og að því þú nefnir sko þú ert að horfa til svona lengri tíma, 20 ár til dæmis. Akkurat. Og ég fór að hugsa tilbaka bara frá því að ég var sjálfur í grunnskóla, það voru alltaf einhver kennaraverkföll og þetta var alveg ofboðslega gaman, maður fekk frí í skólanum í bara heilan mánuð jafnvel, meðan að kennarar voru í verkfalli og ég veit ekki hvort það sést sko, en ég er að nálgast 50, þannig að þetta gæti stemt sko þessi lýsing hjá þér upp á það að gera, en svo sko það ekkit langt síðan til dæmis síðasta kennaraverkfall var, þannig að maður velti fyrir sér sko hvað hefur þetta skilað okkur áfram. Akkurat. Já, þannig að til dæmis kennsla og eiginlega alveg sama á hvaða sviði það er fráleitt eitthvað hálauna starf á Íslandi og þannig að kannski hefur svona staða fólks, ég meina staða kennara innan vinnumarkaðarins eða sem sagt laun þeirra svona hlutfallslega ekkert mikið breyst þrátt fyrir verkföll og að þeir hafi nú verið kannski svona duglegri en flestir aðrir í verkföllum í gegnum tíðina. En það bara þannig á Íslandi? Maður verður að vera duglegur í verkfalli til þess að ná einhverju fram? Já, það nefnilega það sem að ég fór að velta fyrir mér sko, hvort að þetta væri orðið einhvern veginn þannig núna sko að því að sko ef við förum alltaf enn lengra aftur í tíman þá snýrist náttúrulega verkföllin að bara koma á einhverjum grundvallaréttindum sem að síðan núna manni virðist vera
verið að höggva í alltaf og bara eitt af því sem að við erum að sjá í dag er að sko, og það er kannski erfitt að taka á því í þessum kjara deilum sem að núna er í gangi á þeim vettvangi sem að er hjá ríkissáttasemjara, þar sem að er verið að takast á kauptaksta og annað slíkt. En það er líka bara atvinnu óöryggi. Það er svo mikið atvinnu óöryggi í dag og þetta nær alveg upp úr og niður úr, sko. Ég til dæmis er fræðimaður og staðan er þannig í dag að það er alltaf sífellt meira og meira af þeirri kennslu sem er verið að vinna í háskólum, er unnið af stundakennurum sem eru verktakar, sem eru á alveg hræðilega lélegum launum. Þannig að það að í dag að vera með meistaragráðu eða jafnvel doktorspróf í einhverju er engin trygging á það að þú getur tryggir þér góða atvinnu til langframa og sæmilega góðum launum. Þannig að þessi veruleiki sem var kannski svona á síðustu öld þar sem fólk menntaði sig einhverju og vann svo við það og gæti lifað bara tiltölulega góðu og öruggu lífi, hann virðist vera svolítið farinn og ég held að það sé kannski líka eitthvað sem við ættum að velta fyrir okkur, sko. Bara svona heildar umgjörð vinnumarkaðarins, sko, ekki bara launatöxtunum. Þannig að það er svona margt sem að þarf að taka inn í þetta í dag, finnst mér. Og miðum við bara fyrir 20 árum síðan? Já, til að mynda. Mér finnst vera svona ákveðin, mér finnst að hafa grafið svona undan ákveðnum réttindum og maður veltir því fyrir sér hvort að við séum bara í veikari stöðu, það sé líka það að við kannski erum ekki með eins góða tilfinningu fyrir því gríðarlega átaki sem þurfti til þess að koma þessum réttindum á. Það voru engin smáræðis átök, en þetta er eins og var svo langt frá okkur í tíma að við kannski munum það ekki. Fólk hefur kannski heyrt orðið Gúttóslagurinn en veit ekki nákvæmlega hvað það mál snerist. Já, það er líka, þú nefnir kennarverkföllin en það er nú svolítið síðan að það hefur verið stór verkföll kannski á Íslandi sem hefur haft gríðarlega áhrif á almenning almennt og við erum kannski að horfa á það núna að það verið að lama, hef ég heyrt, heilu starfsviðin, það verið að lama ferðamennabransan, þjónustan verið lömuð og þessi öfga, þessi stöðuleiki sem þú talar hefur hann einhvern tíma verið til staðar? Það er eins og við þessi réttinda missir er orðin eiginlega svona svolítið hversdagslegur. Já, akkurat. Og svo hrindum í verkfall, reynum að fá þessi grunnréttindi tryggð, en svo erum við ekkit kannski að gera mikið, ég velti fyrir mér, erum við að gera nóg til þess að varðveita þessi réttindi okkar í millitíðinni, eða erum við kannski bara að bíða, svo er við að taka af þeim eins og nefnir og svo verðum við að fara í verkfall aftur til þess að fá það tilbaka. Erum við að endurtaka þetta munstur aftur og aftur? Já, ég velti því fyrir mér einmitt hvað eiginlega er að breytast. Ég meina, við sjáum náttúrulega hérna á Íslandi náttúrulega hefur orðið, ég myndi segja ákveðin endurnýjun í verkalýðsbaráttunni og ég held að hún sé hún náttúrulega tengist svona víðari hreyfingu í samfélaginu og tengist líka bara svona aktivisma, alþjóðlegum aktivisma sem að virðist eiga rætur sínar í þessu efnahagslega óöryggi, mikilli ónægju með ójafna tekjuskiptingu sem að við sjáum svo miklu betur í dag en við sáum áður. Ég held að kannski ég nefna oft við fólk að þegar hrunið varð árið 2008 að þá var ég nýbúin að eignast fyrsta snjallsíman minn. Ég hélt allt í einu í höndunum á einhverju tæki þar sem að ég gæti farið á Facebook og Twitter og þetta var algjörlega nýr heimur og svo náttúrulega
opnast þarna alls konar nýjar samskiptaleiðir, myndast eiginlega bara nýr sko samskipta veruleiki og allt þetta gerist á sama tíma og við förum að sjá svona inn í iðrin á þessu fjármálakerfi sem að við búum við og náttúrulega allur aðgangur að upplýsingum hvað raunverulega að gerast í samfélaginu verður miklu meiri og þetta hefur held ég mjög djúpstæð áhrif á hvernig við skynjum stöðu okkar og veruleika því að við manneskjur erum náttúrulega bara félagsverur, við miðum okkur við aðra, við berum okkur sama við annað fólk, hugmynd okkar okkur sjálf veltur á því hvernig við skynjum raunveruleikan í kringum okkur. Já. Og núna sjáum við, þú veist, ég held að til að mynda efnahagslegt óréttlæti sé alls ekkert meira í dag en það var kannski fyrir 100 árum eða 50 árum. Nei. Við bara sjáum það miklu betur. Þetta gagnsæi Já. að skila sér þannig séð. Já, það að skila sér í þessu og þetta er náttúrulega mikið rof, þetta truflar valdafólk líka. Þetta er mikil ógn við þá sem að halda á völdunum. Ofsalega óþægilegt allt í einu vita allir hvað allir er að gera og það er ekki hægt að fela svona óþægilega hluti eins og áður og við erum svolítið að læra, ég meina 10 ára er ekkert langur tími. Nei, það er nefnilega það er 2019 og þetta er bara ekki langur tími, við erum að læra á þennan raunveruleika en ég held að sko að öll þessi opnun, öll þessi upplýsing sem að er ekki bara lagi að kalla þetta upplýsingu. Jú. Þú veist að sem fylgir þessari 4. innbyltingu að hún er að hafa svona djúpstæð áhrif á samfélagið og þetta á eftir að breyta samfélaginu. Við hefum eftir að þurfa að endurskoða hvernig við skipuleggjum lýðræðið okkar, hvernig við ætlum að deila gæðunum. Þú veist, annar þáttur sem spilar inn í þetta er líka það að aukin sjálfvirknivæðing og gervigreind og annað slíkt á eftir að sko koma við störf upp úr og niður úr sko. Algjörlega. Já, þannig að hvernig ætlum við að tækla þetta? Sem er mjög góð spurning. Já. Ég vildi heyra í þér sérstaklega varðandi þessa leka eða þessa stóru upplýsingagjöf sem á sér stað. Finnst þér, þegar þú horfir á Ísland borið kannski saman við nágrannlöndin okkar, er einhver munur? Þetta er auðvitað gríðalegt magna upplýsingu sem við höfum aðgengi á hverjum degi alls konar hluti, bæði hvað var það lýðræðið okkar og hvernig það er háttað, fólki sem tekur þátt í því, er í valdastöðum og svo framvegis. En þetta er líka svo rosalega mikið upplýsingum, meðal annars það sem fólk er að gera af sér. Já. Er þetta að kveiki undir aktivisma eða er þetta bara hreinlega að buga heilar kynslóðir sem verða bara undir einhverju gríðalegu stóru upplýsingarhruni og þau liggja bara neðst og hugsa, þetta er á mikið. Já, það er góð spurning sko. Já, þetta rifjar upp fyrir mér náttúrulega þessar hugmyndir Noam Chomskys að sko það má auðvitað ekki gerast að það að við höfum aðgang á öllum þessum upplýsingum verði til þess að við fórnum bara höndum og segjum það er engin tilgangur í því að taka þátt í stjórnmálum, þú veist, eins og þú segir að við bugumst og ég er ekkert vissum að það sé endilega. Við sjáum sko mikinn aktivisma víða í Evrópu, gulu vestin í Frakklandi til dæmis, þar sem að og Occupy-byltinguna og alla þessa svona, allan þennan aktivisma, MeToo-byltinguna og fleira í þeim dúr. Og þannig að ég held að þetta sé náttúrulega, þetta kveikir í fólki en við höfum kannski sko já, allir fólk sé ekki líka bara að finna sér fjölbreyttara leiðir til þess að hafa áhrif og meira þá á grundvelli málefnana sem þarf að vinna að. Og þar að leiðandi til dæmis eins og með verkalýðshreyfinguna að hún mitt sko þarna kemur inn heilmikið af nýju fólki og við sjáum þetta til dæmis í Eflingu þar sem að Sólveig Anna og Viðar standa í fylkingabrjósti mjög klárt og
öflugt fólk sem að leiðir þá baráttu og ég menn þetta er fólk sem að hefur verið aktíft í alls konar félagsstarfi og baráttu síðustu árin og verið til dæmis virki í róttæka sumarháskólanum þannig að þetta er mjög svona þessi aktivismi á sér kannski fleiri leiðir og svo springur þarna í gegn sko. Þannig að mér finnst þetta mjög áhugavert og mér finnst þetta líka hollt fyrir lýðræðið að fólk sé að finna sér þessa leið til þess að vinna að svona auknum jöfnuði í samfélaginu. Já, hún Valgerður talaði við okkur líka að margt af því sem áttu sér stað fyrir rúma ári síðan var bara góður gamaldags aktivismi. Já. Bara fara, banka upp á hurð, fara inn á vinnustæði, ég er frá Eflingu. Já. Hvernig líður ykkur hér? Hvað er að gerast hér? Já, einmitt. Að það var ekki það tæknivænt að aktivismin eins og hann lítur út í dag hefur alveg mörg andlit. Já. Og hann tengist einhvern veginn samt á milli. Að það verið að nota þessa nýju innbyltingu til að kannski ná aðeins lengra út en það er ekki það sem hvetur fólk kannski beinlínis til þáttöku. Nei, einmitt. Og kannski líka að það er náttúrulega svo ofbóðslega mikið að gerast á samfélagsmiðlum. Ofbóðslega margt og fólk er kannski að það er eitt af þessu líka sko. Ég meina fólk er að kommenta á allt mögulegt á samfélagsmiðlum sem að það myndi aldrei hafa tækifæri til að taka þátt í svona í kjötheimum ef svo má segja og þarna er sem sagt fólk sem að fókuserar á bara ákveði mál það er verið að taka fyrir þetta málefni sem eru kjör þessara hópa og jöfnuður í samfélaginu og þá þarf að fara út á meðalfólks til þess að því að mér hefur sýnst og þú veist, en ég náttúrulega er bara miðaldra hvítu kallmaður og allt það og en þú veist, mér hefur sýnst að það sé hægt að koma ákveðnum hlutum á hreyfingu en til þess að raunverulega breyta einhverju, þá þarf líka að ganga lengra, það þarf að svona mynda hópa og hitta fólk og tala saman, sko. Já, þú nefnir gulu vestin í Frakklandi og ég vildi heyra sérstaklega hvað varðar þessa sveiflu sem ég talaði áðan, réttindamissir, það er orðið svolítið hversdagskostur, við erum ekki að viðhalda þessum réttindum sem við eigum. Og það sýnir sig kannski sérstaklega í stéttarfélögum. Já, og síðustu 20 árin hafa kannski, það har ekki verið mikið hreyfing, að þetta verið svona svolítið áskrift af einhverju blaði sem kemur inn í staðan fyrir fólk sem er í vinnu að berjast fyrir viðhaldi réttinda vinnandi fólks. Já, þetta hefur verið svolítið stofnanavætt, sko, eða var svolítið stofnanavætt þess að var komið í svona ákveðin fastan farveg, svona stofnanavættan farveg og sem að gekk einhvern veginn svona sjálfkrafa, það var fólk þarna sem hélt utan allt og félögin og starfsmenn og sem að sáu þessi mál einhvern veginn og það kannski svona leysti félagana dálítið undan þáttöku kvöðinni, ef svo má segja og ég meina, höfum við ekki öll nóg að gera við, þú veist, þurfum að sækja börnin og það þarf að elda kvöldmatinn og svo þarf að fara í leikhús og bíó og allt þetta því að kynslóðurnar og undan voru náttúrulega búin að ávinna okkur gríðarlega mikil réttindi sem að fólk gat þarna, þú veist, bjó að og gat þar að leiðandi verið að fara í leikhús og allt þetta sem okkur finnst svo indalt að gera en þannig að kannski hefur svona tilfinningin fyrir mikilvægi þess að taka þátt í þessu starfi daldið hopað. Já, þessi samkennd sem við erum að sjá núna, þessi samstæða sérstaklega. Já. Erum við til fyrirmyndar hér á Íslandi? Erum við eitthvað sérstök? Okkur finnst það oft. Já. Erum við að einhvern veginn að ganga á móti straumnum á miða við nágrannlöndin okkar, á miða við Norður-Evrópu, á miða við Bandaríkin? Við erum alltaf að fá frétti frá þessum blessaða forseta þarna hinum megin. Og við erum að heyra hræðilega hluti alls konar lög í Danmörku og
það svona hægri, svona kannski svolítið ljóta andlit hægri pólitíksins sem fjallar ekki frjálslyndi og réttindi einstaklingsins, já, heldur svona svolítið, ljótara andlit hægri pólitíksins sem við erum að sjá í kringum okkur. já. Erum við einhvern veginn að vaða skarðið? Erum við fremst í einhverju nýrri flóðbyrð, réttindabaráttu, einhverju öldu sem að fara núna að hafa áhrif á nágrannlöndin okkar? Þetta svarið er nei. Jæja, það er nei. Já, nei, ég meina, sko, ég hef nú oft verið skammaður fyrir það að vilja gera ofsalega lítið úr þessari svona þessari sér íslensku hugsunum að við séum svo sérstök og þar leiðandi og kannski betri en aðrir á hinum að þessum sviðum og einhvern veginn allt sem Íslendinga gerir sér svo ægilega frábært en ég meina í grunninn þá erum við ekkit mikið öðruvísin aðra þjóðir, það er ákveðna svona sögulegar tilviljanir eða aðstæður sem að við höfum sem eru öðruvísi á Íslandi og en í grunninn er fólk bara fólk og mikið af þessu sem er að gerast í öðrum löndum eins og til dæmis kosning Trump og Brexit og allt þetta tengist í að fólk er að upplifa að mínum mati allavega fólk er að upplifa það að lýðræðið er ekki nógu svona responsíft eða sem sagt nú svona þegar maður skrifa á ensku alla daga. Er það þú? Já, það kannski bregst ekki nægilega vel við. Það tekur ekki nógu mikið tillit til aðstæðina og vilja þeirra sem eru kannski, ég meina kannski svona 60-70% íbúana sem að kannski hafa bara tiltölulega lítil völd og eins og til dæmis Gillens og Page sem eru bandaríski vísindamenn við Stanford komust að þegar þeir rannsökuðu sko afdrif mála sem að þingi var að fjalla í Bandaríkjunum sem sagt, hvaða áhrif svona vilji kjósenda hafði versus vilja hagsmunaaðila sem að skipulaðra hagsmunaaðila sem að geta náttúrulega haft svo mikil áhrif á frumvörp og annað slíkt með því að senda inn lærðar umsagnir og annað slíkt og þeir rannsökuðu alveg gríðarlegan fjölda mála langt eftir í tíman og komist að því að það var í rauninni engin svona marktækur voru engin marktæk tengsla milli þess sem almenningur vildi og hvernig síðan frumvörp fóru í gegnum þingið en hins vegar voru mjög sterk tengsla milli þess hvað sérhagsmuna aðilar business elitan og annað slíkt vildu og hvernig mál breyttust og þrófuðust í þinginu og þetta er svolítið það sem við sjáum kannski hafa verið mikið að gerast í samtök atvinnulífsins og allir þessir aðilar sem hafa haft í rauninni starfsfólk og lobbyista í vinnu til þess að hafa áhrif á alla mögulega hluti að sko þessi sjónamið hafa þar leiðandi aukið vægi og venjulegt fólk kannski er ekki að taka þátt í þessu alla daga og hafa áhrif með þessum hætti þannig að það er svona lýðræði hefur þar leiðandi kannski hunsað ákveðin sjónarmið mjög mikið sem hafa ekki átt eins greiðan aðgang í gegnum kerfið og það leiðir til þess að þú ert með fullt af fólki sem að býr í einhverjum riðbeltisríkjum í Bandaríkjunum sem að stendur allt í hennu frammi fyrir því að þurfa að velja milli Hillary Clinton og Donald Trump og það að kjósa Hillary Clinton hversu liberal sem hún er, það þýðir bara meira því sama. Já. Þannig að fólk eina leiðin til þess að áorka einhverju breytingu virðist þá þessu fólki vera að kjósa Trump. Kannski er svipað að gerast í Bretlandi þar sem að þú ert með mjög niðurnjörvaða misskiptingu svona stéttaskiptingu bara hreinlega og fólk hugsa með sér að þarna kemur loksins einhver mála sem við getum sko rétt kerfinu puttan og
þannig að það er alltaf hætta þegar lýðræði hættir að vera svona næmt fyrir hagsmunum og vilja allra sko, og fyrir að verður svona einhvers konar oligarkía sem að tekur bara með af því hvað einhver skipuleg samtök hagsmunaafla segja sko. Þegar fulltrúi lýðræðir ekki lengur hafa sér eins og fulltrúi fólksins, meinar þau? Já, má líka orða það þannig. Já. Ég vildi heyra, núna erum við mögulega að detta inn í verkfall. Já. Trúum við á að þessi barátta mun bera okkur einhvern árangur? Þegar við kíkjum svona, við höfum þetta kíkt til og við elskum svona svolítið að spegla okkur í nágrannlöndin okkar. Já. Allt í henni kemur upp gulu vestin í Frakklandi. Já. Það gefur okkur svona kannski smá innblástur hérna á Íslandi. Við erum að sjá það sama gerast hér. Við erum að standa saman þessa verkalýðsbaráttu, kjör launþega sem eru ekki að trúa því þegar fjármálaráðherra segir það aldrei verið betra, sem ekki að lifa það líf sem pólitíkusarnir okkar að sýna til staðar. Já. Sumir myndu kannski kalla þetta gaslighting en allavega fólk sem í fullu starfi og meira sem má valla í sig og á. Og hérna og já, við erum að horfa upp á þessar breytingar núna mögulega með verkfall. Trúum við á að þetta mun bera árangur? Hvernig fer þetta í þjóðarsálina? Erum við að ná saman að bæta þessi kjör? Fyrir 10 árum síðan þá fengum við að vita að við áttum öll að bíða smá, að við gætum ekki beðið betri og meiri kjör, að við verðum að standa saman sem þjóð til að komast í gegnum eftir hruns árin. Jú. Nú er liðin 10 ár. Já. Við erum að sjá að kvikna í þessum aktivisma á sumum stöðum allavega. Trúum við á að þessi barátta okkar núna með bera árangur? Sko, ég held nú að sko, svo maður inn og horfa kannski á þetta svona til lengri tíma og án þess að hérna vilja gera lítið úr verkföllunum núna, það er alls ekki það sem ég er að gera, en þessi tilteknu verkföll núna munu kannski ekki breyta neitt óskaplega miklu. Ég held að þau séu bara fyrsta skrefið kannski á einhverju annari leið, sko, einhverju lengri leið. Og hérna lengri leið, já, þetta er byrjun. Já, þetta er svona byrjun, sko. En byrjun af hverju? Já, akkurat. Það er einmitt það sem að heimspekingurinn myndi vilja spyrja sig að, sko, byrjun á hverju nákvæmlega. Vitum við eitthvað hverju við viljum byrja á? Það er oft þannig að við fókuserum mjög mikið á svona einstaka atvik, við getum farið í verkfall og náðu einhverjum árangri hérna, en það eru alls konar aðrir hlutir eins og við vorum að ræða áðan eins og hérna starfsóöryggi og hlutastarfavæðing, þetta gigghagkerfi og fleiri svona hlutir sem að við þurfum bara að fara að ræða. Við þurfum að ræða hvernig við ætlum að hugsa, ég meina þetta tengist allt, sko, til dæmis spurningin það hver á að ráða eða hvernig á að skipta ávinningnum af þeim vinnusparnaði sem verður af þessari miklu tæknivæðingu sem að fjórða iðnbyltingi skapar. Alla þessa hluti þarf að ræða og hérna þetta eru allt mjög stór mál. Ætlum við að taka upp borgarlaun, myndi það hjálpa? Það er hugmynd sem að mér finnst að við þurfum að ræða mjög alvarlega og það þarf að prófa þessa hugmynd. Það er verið að prófa í Finnlandi til dæmis. Við hefur gefið alveg ágæta raun þar. Ég held að þurfa að þróa þessar. Sviss og fleiri stöðum. Já. Þannig að ég er mjög sammálaður, sko, byrjunin á hverju. Þetta er klárlega byrjunin á einhverju og það er eins og við sjáum í Frakklandi, ég meina það hefur aldrei verið gert grín að því á internetinu að svona á Facebook þráðum sem að ég hef séð meðal svona ferkantaðra fræðimanna eins og mín að þessi gulu vesti viti nú ekkert hvað þau vilja og þau eru að tala alls konar óskild mál og einhvað svona og fólk skilur það ekki, það er ekki vant þessu.
en ég held einmitt að það sé svona vísbending það að það bara svo margt sem við þurfum að ræða og reyna að ná einhvern veginn svona yfirsýn yfir. Við þurfum kannski bara að fara að hugsa einhvern veginn hagkerfið og vinnumarkaðinu upp á nýtt svolítið. Og vonandi þetta dálítið byrjun á því og ég nú hlusta dálítið eftir því sem að til dæmis Viðar og Solveig að segja og náttúrulega þetta eitt af því sem hefur svolítið komið fram í máli Viðars, finnst mér, Viðars Þorsteinssonar og þannig, já, ég held að þetta sé svona fyrsta skrefið á slíkri leið, sko. Hver við þegar þú segir við þurfum að, er það? Við erum bara við, sko. Þetta eitthvað sem kemur öllum við, ekki bara félögum í Eflingu og ASI og þetta kemur okkur öllum við, öllu samfélaginu. Hvernig við ætlum að hafa þessa hluti. Þetta bara svo stór mál. Þannig að þetta það sem að stjórnmál framtíðarinnar eiga að snúast Þetta málefni sem eiga ekki að vera bara baráttumál einhverja verkalýðsfélaga einangruð þar. Og ég held að bara, kannski fólk á mínum aldri og aðeins eldra að þvælast fyrir í þessari hugsun, skilur hann ekki alveg. Ekki alveg búið að ná utan þetta, sko. Og eins og ég var að segja áðan, ég meina, maður fekk fyrsta iPhone-in 2008 og þú veist, þetta var glænýtt tæki og þetta var bara glænir heimur. Og þannig að þetta að gerast svo hratt og vonandi geti þið Píratar hjálpað einhvað upp á það að draga athyglina að þessu. Sævar Finnbogason, takk kærlega fyrir. Mín var ánægja. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.